Komið sæl, gott fólk og verið velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi á Akranesvöll í dundrandi blíðu eins og vanalega. Sól og blíða hér, IA Þróttur í inkassadeild kvenna framundan, liðin sem að skipa annað sæti og 5. sæti, IA í öðru sæti með 9 stig á meðan að Þróttarar sitja í 5. sæti með 4. Þessi lið hafa mæst nokkru sinnum áður og alls, hvað erum við að tala um, 21 leik frá upphafi og það er nú nokkuð jafnræði með liðunum í þessum viðuregnum þó að IA hafi sigrað í 11, Þróttarar unnið 7 en 3 sinnum hefur verið jafntefli. Síðast er þessi lið mættust, það var í Lengjubikarnum núna í vor þegar að IA sigraði Þrótt 6-1 hérna í Akraneshöll. Nú, ég ætla að renna yfir byrjunarliðin hér í liðana í dag, byrja á heimastúlkum. Þar í markinu nummer 1 Tori Jean Ornella, aðri leikmenn eru nummer 5 Anita Sól Ágústsdóttir, nummer 7 Unnur Ýr Haraldsdóttir fyrirliði, nummer 9 Maren Leósdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nummer 11 Fríða Halldórsdóttir, nummer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, nummer 18 Bergdís Fanney Einarsdóttir, nummer 19 Sigrún Eva Sigurðardóttir, nummer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir og nummer 21 Eva María Jónsdóttir. Varamenn hjá skagaliðinu í dag eru nummer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, nummer 13 Elísa Eir Ágústsdóttir, nummer 16 Veronika Líf Þórðardóttir, nummer 22 Karen Þórisdóttir, nummer 23 María Björk Ómarsdóttir, nummer 24 Aldís Silva Heimisdóttir og nummer 12 varamarkmaðurinn María Mist Guðmundsdóttir. Þróttaliðið er þannig skipað í kvöld að í markinu nummer 30 er Corey Butterfield og aðri leikmenn Sóley María Steinarsdóttir nummer 2, nummer 5 Gabriela María Menkotti, nummer 6 Gabriela Jónsdóttir, nummer 7 Unnbjörg Jóna Ómarsdóttir, nummer 12 Hrefna Guðrún Pétursdóttir, nummer 18 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, nummer 19 er Hildur Egilsdóttir, nummer 19, nummer 20 Una Margrét Árnadóttir, nummer 23 Þórkatla María Halldórsdóttir og nummer 24 Andrea Rut Bjarnadóttir. Varamenn hjá Þrótti eru nummer 9 Jelena Tinna Kudjundžić, nummer 10 Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir, nummer 26 Ester Lilja Harðardóttir, nummer 27 Tara Sveinsdóttir og nummer 31 Lovísa Halldórsdóttir. Þjálfari skagamanna Helena Ólafsdóttir, hjá Þrótti er það Nick Anthony Chamberlain sem að þjálfar. Þessi lið eins og ég segi í öðru og 5. sæti í deildinni. Skagalið búið að vinna fyrstu 3 leikina og í rauninni einu leikirnir sem að IA hefur tapað hreinlega á þessu almanaksári á árinu 2018 er Keflavík í tvígang, annars vegar í úrslitum Lengjubikarsins 3-2 í Keflavík og síðan í bikarkeppninni hérna á Akranesvelli 2-0. Aðra leiki utan 1 hafa skagastúlkur unnið, hafa gert 1 jafntefli á meðan að Þróttarliðið hefur farið svona frekar illa af stað þrátt fyrir frábært 2-2 jafntefli gegn Keflavík í síðustu umferð. Keflavíkurliðið mjög sterkt, þannig að það er svona ákveðin mælikvarði á Þróttarliðið myndi ég segja að hafa náð jafntefli þarna við Keflavík í síðustu umferð. En þar áður töpuðu Þróttarar fyrir Fylki á heimavelli 2-0 og en sigurleikur Þróttara í deildinni kom gegn Fjölni í fyrstu umferð 2-0 en Fjölnisliðið situr neðst og án stiga í inkassadeild kvenna. En eins og við sjáum að þá er hérna alveg hreint dundrandi blíða á Akranesi og frábærar aðstæður til knattspyrnuiðkunar og vona að það skili sér heim í stofu. Skagalið sigraði í síðustu umferð Fjölni 3-2 í miklum spennuleik þar sem að Unnur Haraldsdóttir skoraði 3 á ekstravellinum
að ég held að sá leikur hafi verið spilaður. En þetta er bara allt að verða klárt. Það er nú svo sem ekki nógu mikið af fólki í brekkunni. Það er nú loksins þegar við fáum veður til þess að fá að sjá áhorfendur í mynd hérna hjá okkur. Þá vantar það full mikið. En eins og þið heyrið þá er hérna á Akranesi hörkustemming á sundmóti. Hérna í sundlauginni beint hinum megin. En þetta verður spennandi að sjá hvort að Skagastúlkur taka Þróttarana í bakarið líkt og gerðu síðast. Þá skoraði meðal annars Perdís Fanney Einarsdóttir þrennu hérna í Akraneshöllinni við samantektin úr þeim leik öll mörkin og eru aðgengilega á YouTube-rásinu okkar og vona að einhverjir hafi kíkt á það í dag í uppbytuninni fyrir þetta. Hér er áhugaverð uppstilling hjá Þrótturum. Markvörðurinn er hérna á miðjum megin vallarhelming og ágreinlega fá boltan hérna frá Þórgöllu. Corey Butterfield ætlar semst að bara lúra þessu fram í fyrsta sem hún gerir og þá er þetta komið á stað. En Skagalið verst þessu. En Þróttarar byrja hérna á að sækja. Það er Andrea með boltan hérna út í hornið vinstra megin og kemur hættuleg fyrirgjöf. En Fríða Sandra fyrirgjöfi hreinsaði þetta frá. Unnur leita Bryndísi, náði ekki. Gabriela komst þarna inn í. Þróttalið heldur boltanum. Sigrún Eva nær þessu. Bryndís út á Fanneyju. Sé boltan hérna undir sig. Þá kemur Fríða vinstri bakvörður hérna, stingur honum upp í hornið en Bryndís er ekki komið þar en Maren Leónsdóttir setur hins vegar pressu. Já, við skulum vona að sumarið sé komið og að þetta haldist bara svona meira og minna. Það auðveldar okkur lífið svolítið þessi blíða. Anita hérna fram á við en Þróttar stúlkur komast í þetta en þetta er ekki góð sending og Fríða sendir hann tilbaka á Tori. Eflaust vita allavega Skagamenn af því að hér í Akraneshöllinni í gærkvöldi var hreint stórkostlegu leikur í boði. Kári gegn Þrótti Reykjavík þar sem að Káramenn gerðu þá sem að viðstaddir voru gríðarlega stolt af. Við vorum að gefa þeim bara virkilegt rós fyrir þann leik. Því miður máttum við ekki sýna hann en það hefði verið okkur mjög að skapi. En hér er hætta við mark Ía og það er mark! Andrea Rut Bjarnadóttir er búin að skora hér eftir tæpar 2 mínútur. Þetta er ekki byrjunin sem að Skagalið vildi alveg klárlega. En Þróttarar ætla sér sennilega að hefna fyrir ófarirnar hérna á Akranesi síðast þegar það komi hérna. Nú þurfa þær bara að vakna. Heiðrún. Já, eins og náttúrulega alþjóð veit eflaust að Káramenn náðu að koma að stríða Víkingunum verulega, voru 3-1 yfir í hálfleik. En náðu ekki að halda það út lengur en í framlengingu en þar svo sem hefði þetta getað dottið hvoru megin sem var. En við bara hjá IATV viljum senda bara þakkir og hrós til Káraliðsins fyrir þessa framistöðu í gær og við munum einmitt sjá þá í beinni útsendingu hérna hjá okkur á sunnudaginn kemur klukkan 2 þegar Tindastóll kemur í heimsókn en núna ætlum við að njóta kvennaboltans hérna. Fríða snýr, finnur Fanneyju. Svo við ljúkum þessu með Káraleikinn þá heyrist eflaust að ég var þar sem áhorfandi
og naut þess mjög að horfa á fótboltaleik á þess að tala í mikrofón en röddin þurfti svolítið að blæða fyrir það, en ég vona að það trufli ekki áhorfið of. Sandra kemur þessi hérna út fyrir. Já, það fylgjaði kostir og ókostir að fá á sig mark snemma, og ókosturinn náttúrulega að þetta svona daldið dreipur stemminguna, en kosturinn auðvitað sá að hér aftur hætta. En Skagastúlkur ná að koma þessu frá hérna brota en ekki dæmt. Þær spila hérna fyrir framan miðjavörnina og hér dæmt rangstað á Unnbjörgu. Já, en eins og ég segi, kosturinn við að fá á sig mark svona óbáslega snemma að þú hefur mikinn tíma til þess að vinna það upp. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að Skagaliðið muni svona láta sverfa til stáls hérna í framhaldinu. Eva hérna með langan bolta, Fanney er þar, hún er hérna komin inn fyrir, Bergdís Fanney með skot, en það er máttlítið og Corey Butterfield verð þetta mjög auðvitað, en þarna náðu þær að skapa hættu. Aðeins að minna þær á það að Skagaliðið er hættulegt og Fanney svo einna hættulegust í liðinu. Sandra lúrar þessu inn upp í hægra hornið, Unnur Ír eldir, það er komað þessu frá. Andrea Rudd, markaskorarinn, kemur honum hérna, það er spilað þetta ágætlega. Þórkatla á Álfhildi, hún reynir stungusendingu, hún nær að komast á réttan stað. Hér er Unnbjörg upp í hægra horninu. Unnbjörg Jón Ómarsdóttir, Fríða til varnar, hún kemst fram hjá henni en Fríða gerir vel. En það er hotspinna sem að Þróttar er eiga. Þróttar stelpur mun ákveðnari hérna í upphafi leiks, það verður að segjast. Þá heyrist mér sundmótunum er að lokið í dag allavega. En þá kemur hotspinnan hérna, það er Þórkatla sem að þær komast í þetta og hérna er hætta. Þróttur ennþá með boltan í teignum og hvar endar þetta? Tori ver glæsilega hérna og nær séðan til boltans. Hrefna Guðrún átti þetta skot. Þarna voru Skagastúlkur stálheppnar aftur. En þá koma þær hérna Heiðrún út á Fríðu. Fríða reynir að finna Heiðrún aftur en þær komast inn í þetta. Það er rauðhvítu. Fá allt of mikinn tíma. Andrea hér með stungusendinguna. Ég veit ekki hvort að Unnbjörg var hérna rangstæð en hún lét boltan fara. Anita stingur þessu, Maren eldir en þetta er of langt. Boltinn aftur fyrir og Corey fær að taka markspyrnu. Já, ég fáið smá kennslu í enskum fótboltafræðum. Corey kemur með boltan út úr teignum og svo langur bolti hérna upp í hægra hornið. Unnbjörg kallar þetta upp í loftið en Heiðrún hérna finnur ekki samherja. Sóley út á til vinstri. Maren er ekki boltanum hérna. Já, það er bara visst öryggi yfir Þróttaliðinu núna.
Skagaliðin að verðast þessu en ekki lengi. Þorkatla, stungu sending inn fyrir og hér stór hætta. Tori sigruð og það mark. Annað mark Gabriela Maria Mencotti. 2-0 fyrir Þrótt eftir 8,5 mínútu. Þetta hræðileg byrjun hjá Skagaliðinu. Það ekki sjón að sjá liðinu hvernig það spila hérna í byrjun þessa leiks. En Þróttaliðið greinilega mætt til þess að ná í sigur. Það þarf að bregðast við þessu og það sem allra fyrst. Hér Fanney, kemur með skiptinguna en þetta auðvelt að verðast þessu. Sandra skallar þetta út til vinstri og Þróttarar vinna boltan. Andrea leggur af stað. Anita mætir. Sigrún líka en Andrea ennþá með boltan. Anita vinnur síðan af henni boltan. Sigrún fram á Unni Ír sem hann nær ekki valda boltanum. Já. Þessi kalda vaskusa það örugglega erfitt að hrista þetta af sér. Hérna María hérna alein, Þorkatla pressar tilbaka á Tori og hún losar þetta en út af. Slagsending hérna á Sólu út af. Hún ráða kannski að halda boltanum innan leiðsins, fá smá trú og sjálfstraust. Hérna kemur langur bolti upp í hornið á Bryndísi, það vinna hana innkast. Halda boltanum í smá stund, leyfa mörgum að snertan, fá smá öryggi í kroppinn. En hérna kemur innkast sem skalla frá af Hrefnu Guðrúnu. Unnur Ír, kemur þessu síðan fyrir eða hvað? Nei, aftur fyrir. Engin hætta. Fríða vinnur hennar bolta, Fanney. Maren leggur á stað í hlaupið, fær hann ekki. Fanney heldur áfram. Mencotti nær að pressa á hana og boltinn aftur fyrir. Fullt af fótbolta eftir. Dreifur nú aðeins fyrir Sólu. Núna liggur Þróttarum svo sem ekkert á. Gefa sér bara tíma að láta boltan rúlla. Gabriela. Hún bara snýr. Þeir vilja fá Skagalið framar, virðist vera. Korei út á Sóliðu. Þeir fá mikið pláss, Þróttastelpurnar. Já, ég glemdi nú svo sem að minnast á dómaralegsins hér í kvöld. Þórarinn Einar Engilbertsson heitir hann og með honum eru Elvar Smári Arnarsson og Hugo Miguel Borges Esteves. Og þó seint séð á ósku við þeim góðs gengis. Bryndís hérna með skot í varnarmann. Hann á að koma þessu síðan frá. Sandra hefur mun meiri tíma en hún gerir sér grein fyrir hérna. Sigrún finnur Fanneyju. Þetta betra hjá Skagaliðinu. Fanney með skot en og Kori þarf að teygja sig í þennan. Slæðir hann fram hjá, verið þetta vel. Þetta eru ákaflega áþekklið af aldursamsetningu einmitt líka. Bæði með rétt rúmlega 21 ár í
meðaltal. En þá kemur Fanney með þessa hotspyrnu. Maren býður sér stutt, fer síðan á stað. Þetta inn á Martein á fjárstöngina yfir Maríu sem að elda hann en nær ekki. Og komin aðeins og langt þarna, eða ofan nálægt markinu. Þetta var fínn bolti en náði ekki að tengja. Boltinn út til vinstri. Hér það Hildur Egilsdóttir sem átti þessa sendingu upp í hornið. Sandra. Þetta þessi staða í leiknum ekki síst, hvað við segja, áhugaverð fyrir þær sakir að Skagalið var í rauninni ekki búið að fá á sig mikið af mörkum. Það voru búin að fá á sig 2 mörk fyrir þennan leik í 3 leikjum. Það bæði á móti Fjölni í síðasta leik, þannig að ég vona að þetta sé ekki þróunin að það sé að fara að leika inn 2 mörkum í leik eða meira. Þá fer þetta minna allt of mikið á síðasta tímabil sem að fór einmitt vel af stað en svo fóru mörkin að leika inn. En ég vonum að það hafi lært af því. Hér með sér þetta út fyrir. Kemur innkastið. Þar Þórkatla sterk en Sandra gerir vel. Fær hann svo aftur hérna. Þetta orðið þröngt. Þórkatla setur hann út fyrir. Fín vörn hann hjá Söndru. Maren reynir að finna Unni sem komin hérna yfir á vinstri og Fanney yfir til hægri. Þórkatla, fín tækling hérna hjá Söndru. Minnum á það að það hægt að velja mannleiksins eða konuleiksins á kfia.is seinna í þessum leik og þeir sem heimasitja geta sjálfsögðu tekið þátt í þeirri kosningu. Hvet ykkur til þess að taka þátt í því. Það verður sett inn á kfia.is síðar í kvöld. Langur bolti fram, Bryndís fær þarna Gabrielu í bakið og hún gerir vel. Gabriela Menkotti reynir sendingu. Sigrún Eva í baráttu hérna við Menkotti sem að hefur betur, gríðarlega sterk hérna. Sending yfir til hægri en Fríða kemur þessu frá. Álfhildur. Spurning hvort þær þurfa að taka sénsinn að pressa á þær aðeins framar hérna, reyna að stoppa þetta dútlaðum hérna. Tíminu auðvitað vinnur með Þrótti en það hellingur eftir að þessu leik. Gabriela Jónsdóttir hérna, hún snýr bara við. Það að reyna að veiða Skagalið framar. Kemur boltinn yfir til vinstri, Fanney vinnur þennan skalla. Þá það Unnbjörg sem að umkringt. Fín barátta þarna á Fanney en dæmbrotleg. Já, Kori greinilega spyrnu sérfræðingur.
Þróttara, hún tekur þetta. Þetta alveg inn á fjárstöngina og þetta stór hætta og Unnbjörg skallar yfir í dauðafæri. Skall hurðnari hælum Skagakvenna enn eina ferðina. Unnur og já, hún heldur þessu inn á aftur, finnur Bryndísi aftur fyrir gjöf á fjárstöngina, Fanny aðeins og sein. Þannig Heiðrún í skotfæri, beint í varnarmann. Sigrún Eva vinnur hann aftur út á vinstri til Fríðu. Fríða á Unnur. Unnur með fyrirgjöfina, það ná að skalla þetta frá og reynsa þetta síðan áfram, ekki langt. Aníta Sól þar. Fyrirgjöf en Unnur missir að þessu eins og varnarmennin sýnist mér, þannig að Þróttarar eiga innkast. Já, þetta örlítið betra, meiri ákveðni í Skagaliðinu núna. En þær eru sterkar Þróttarar. Hér kemur sending í átt að Fanneyju sem í baráttu við Hrefnu Guðrúnu sem kemur honum út fyrir. Kastað inn á Marinni. Aníta Sól vinnur þennan hérna, þá kemur fyrirgjöfin. Þar Unnur Ýr, aðþrengt. Sigrún, kemst hún í skoti? Já, en það himinn átt yfir, þurft að teygja sig hann í boltan. Já, gaman að hlusta á hann Nick hérna niðri, uppbyggileg gagnrýni á sína leikmenn. Það skemmtilegu stíl. Aníta með sendingu hérna fram á Marinni sem fleytir honum áfram. Hrefna kemur þessu út fyrir hliðalínu. Aníta upp í hornið á Marinni. Það svona að reyna að finna Marinni meira núna. Það mikilvæg leikmaður, kemur fyrirgjöfin en Kori svegar á vinnalega. Kemur löng spilna, fínan hægri fót. Fríða þarf að setja þetta út fyrir. Hér Gabriela Menkotti í baráttunni. Fríða kemur þessu út fyrir. Kemur innkastið aftur á Menkotti sem býtum við. Þórkatla kemst í boltan, hérna leggur hann út á Unnbjörgu sem með skotin yfir markið. Ennþá ógnandi Þróttarar. Kannski hvet ykkur hvort sem þið eru að horfa á þetta hérna á Akranesi eða eru Skagamenn brottfluttir nú eða hreinlega Þróttarar í Reykjavík, að endilega hvet ykkur til að deila slóðinni á þessa útsendingu með vinum ykkar, hvort sem að þið noti Facebook eða Twitter eða annað. Breið út boðskapinn. Það er örugglega einhver sem þið þekki sem að mun vilja sjá þennan leik. Hvet ykkur til að gefa ykkur nokkra sekundur í það. Jájá, Kori gefur sér góðan tíman og liggur Þróttunum ekkert á. Þannig hvernig slögspilna hjá henni. Unnur nær ekki valdi á þessu. Þórkatla hérna á kapphlaupi við Fríðu sem verður einfaldlega að setja hann út fyrir.
Það ekki mikið opin svæði fyrir Skagalið að spila inn í. Hvort að það helgast af lítillir hreyfingu á bolta eða hvað, en það ná að loka vel á þær, þannig að það erfitt að Menkotti í baráttunum við Söndru og boltinn aftur fyrir, og hvað hotspinna dæmt. Ég held að hann bara verið hreinlega Gabriela Menkotti sem bara ákvað þetta, sparka honum hann út í hotn og þeir voru ekki alveg 100% á því. Okay. Þórkalla með hotspinnuna, þetta inn á Martein og Menkotti reynir að koma sér aftur fyrir, en hann fer aftur fyrir. Skemmtilegt orðaspil þarna. Já. Byrjar sólin að skína aftur hérna allavega á hluta vallarins. Heiðrún tilbaka á Söndru. Þetta mun krefjast þolinmæði að ætla sér að komast inn í þennan leik á ný, en mikið væri gott að fá mark fyrir hálfleik. 25 mínútur tæpar liðnar og Þróttur ennþá 2-0 yfir eftir mörk þeirra Andreu Rutar á annari mínútu og Gabrielu Menkotti á 9. Það kemur hérna sending í 8 teignum. Fanney fær hann þarna í sig. Ég ekki alveg með það á hreinu hver hérna númer 16 hjá Þrótti, þar sem að engin leikmann númer 16 skráður á skýsluna hjá þeim. Og því miður þekki ég ekki það vel til. Knattspyrnu kvenna í Þrótti, þess að þekkja hana í sjón. Það finnur Fanneyju og Maren með svæði til að hlaupa í, en sendingin hérna beint á hana. Fanney nær honum aftur, missir hann aðeins undir sig. Maren finnur Fríðu. Þá kemur boltinn inn á teiginn. Unnur Ír á fleygiferð, en nær ekki að komast óáreitt í boltan. Fín vörn hérna hjá Hrefnu Guðrúnu sem að náða að stíga inn í hana hérna löglega. Kemur vantanlega löngspilna frá Kori hérna yfir til vinstri. Anita nær að lesa þetta. Finnur Marín Leósdóttur. Bryndís stingur, en vel gert í vörninni hjá Sóleyju. Það er aðeins að færa sig upp á skaftið heimakonu núna. Fríða hérna í fyrirgefa stöðu, kemur með hann. Þetta sennilega of innanlega eða hvað? Nei. Kori út úr markinu. Marín í baráttunni. Varnarmenn fyrir. Maren gefur það ekkert eftir, enda ákveðin mjög, en dæmt brotleg. Þetta mun betra hjá liðinu, ná ekki að skapa alveg hreint og klárt marktækifæri enn sem komið en það kemur, við trúum því. Ameríski markmenn vinsælir í íslenska kvennaboltanum. Báðar frá Bandaríkjunum hér í dag. Þórkalla mikið í boltanum, en Heiðrún nær að vinna hana af henni. Missir svo boltan, en Þórkalla dæmt brotleg. Og aukaspyrna sem að liðið á hérna við miðlínu. Eva María tekur það. Og boltinn í áttina Fanneyju sem að fleyt kemur honum áfram inn í teiginn. Bryndís í baráttunni og Fanney. Heiðrún finnur Fríðu. Fríða inn á fjárstöngina. Maren eldir. Kori út úr markinu og grípur inn í þetta. Gerir þetta mjög vel. Já, Kori þessi held ég hafi nú alveg örugglega ekki verið komin í markið hjá Þrótti síðast þessi lið mættust.
allavega þá Svíkur minni mig all hressilega ef að það er. Já, það verður að Bryndís ein í pressunni hérna núna. Boltinn yfir Sigrúnu, Þórkatla enn eina ferðina í boltanum, stingur síðan inn fyrir og þarna er dæmt rangstæða, ég er ekki viss. En ég þykk það. Gabriela Menkotti þarna, þetta var allavega mjög tæft, en Unnbjörg var alveg klárlega ekki rangstæða, þannig ef að Gabriela hefði látið hann eiga sig og þá var Unnbjörg hérna með henni. Þá var það Tori með aukaspyrnuna fyrir gefi. Boltinn kemur hérna til Fanneyjar sem að missir hann aðeins frá sér. Unnur Ír, finnur Fanney aftur. Fyrsta snertingin Svíkur. Björg í kapphlaupi við Söndru sem að hefur betur. Kemur þessu út fyrir. Björg í baráttunni við Fríðu og Fríða stígur hana bara út og vinnur innkast. Gróttarar vinna boltan, kemur löng sending hérna en Tori kemur út úr markinu, grípur inn í þessa sendingu frá Hildi Egilsdóttur fyrirliða. Núna fellur Þróttaliðið tilbaka. Þær eru eldsnöggar fram. Það var alveg sýnt að það er hættulegt fyrir IA-liðið að fara mjög mikið fram á völlinn, en þær verðar hreinlega að gera það. Björg reynir að bleita þessu áfram, nærði ekki. Fríða, Fanney fær hann, kemur þessu á Bryndísi sem að finna Sigrún Evu, vel gert. Sigrún með flotta sending og flott hlaup hjá Unni, en hún fær hann í bakið. Fanney aftur á móti, komið með boltan hérna upp vinstra megin. Sterk, kemur fyrirgjöfin lágt. Boltinn til Fríðu sem að reynir að koma þessu aftur inn á teig. En Gabriela Menkotti var fyrir hana, þá kemur Unnbjörg. Undir pressu og Fríða leggur hann bara út fyrir. Hálftími liðinn. Staðan ennþá 2-0. Kemur innkastið. Menkotti er hérna með mann í bakinu, gríðarlega sterk. Þær skiptast á að berjast í henni hérna. Slök sending en Unnbjörg eldir þetta en er ekki að halda þessu ná. Kemur langur bolti frá Evu í áttina Marinni. Nær ekki, valdi á þessu. Þetta er erfitt að gera eitthvað úr þessu. Lítið meiri þolinmæði kannski, en Unnur Ír eldir hérna sendingu frá Sigrúnu. Hrefna gerir vel. Unnur nær að pressa á hana. Nær á henni boltanum eða hvað? Nei, Hildur nær að halda lífi í þessu. Andrea. En langar bolta fram, en Sandra er þar mætt. Anita. Unnur. Og boltinn út af. Já, áhugaverð bending þarna. Unnur Ír. Vinnur hennar. Nei, þetta er Heiðrún fyrirgefið. Finnur Unni. Henni vantar flugbraut þarna. Kemur boltanum inn á teig, en það er stíga Marinni vel út þarna. Sóley ekki alveg. Nei, fyrirgefið, það er ekki Sóley. Gabriela Jónsdóttir er ekki eitthvað sátt við Marinni þarna. Fríða reynsar þetta út fyrir
Kastaði upp í hornið. Tilbaka á Tori, hún fær pressa á sig frá Þórköllu og Unnbjörgu. Þetta reddast nú allt saman. Boltinn út fyrir hins vegar og innkast sem að hinn nafnlausa númer 16 tekur. Ég að velta fyrir mig hvort að þetta er Una Margrét sem er skráð númer 20 á skýrslu. Ég sé engan annan leikmann númer 20 þannig að við kannski getum gefið okkur það. Þegar maður skýrslan hér er einlega ranglega skráð á KSÍ. Álfhildur slög snerting hérna hjá Andreu en það er halda hins vegar boltanum. Fríða kemur þessu frá, Unnur missir á honum. Maren í pressu, boltinn út fyrir. Engin hætta hérna, hún hefði nú alveg geta gefið sér meiri tíma hérna, hún Sandra. Þórkatla með stungusendingu en enginn þar nema Sandra sem að, nei, beint aftur á Þórkatlu. Kemur Menkotti upp í vinstra hornið, Anita til varnar, boltinn aftur fyrir en hvað er, hvort er það, já það er hotspinna. Boltinn hefur farið af Anitu hérna aftur fyrir. Það væri fróðlegt að fá að vera að fluga á vegg í búningsklefa Skagakvenna núna í hálfleik. Fá að heyra hvað það er Anita og Helena hafa að segja leik sinna manna. Eða kvenna. Og það er Þórkatla með hotspinnuna. Þetta er inn á teginn. Fríða stekkur upp í þetta, boltinn. Já, hennar var hins þetta frá. Nær hefur hún að halda þessu inn á. Nei, það gerir hún ekki. Álfhildur tekur þetta niður, finnur Andreu. En Anita gerir vel og Tori endar með þennan. Já, hann kveiknar í brekkunni. En slög spyrna frá Tori. Þær eru ekki líkar sjálfum sér hérna í þessum fyrri hálfleik Skagakonur. Ég ætla bara að segja það hreint út. En þær eru með manneskjur á bekknum sem geta komið inn og breytt hlutum til hins betra ef að þjálfararnir meta það sem svo. Heiðrún undir pressu. Þær eru gríðarlega snöggar að setja pressu á boltamanninn. Þróttar stúlkur. Andrea tilbaka, reynir að Sigrún nær að vinna af henni boltan en missir hann aftur. Þær eru einfallega grimmari. Anita slaka sendingu. Jájá, þær spila þetta gríðarlega vel. Menkotti stingur hérna í áttina Unnbjörgu en þetta er óvinnalega. Tori vel vekandi hérna í tegnum. Kemur spyrnan frá henni en jæja, það er Skagakonuna að vinna þetta aftur. Sendingin hérna út á Unni sem að ætlar sér að fara af stað og býtir nú við. Þarna flaggaði aðstofadómarinn á hendi sem að dómarinn vildi ekki sjá. Þetta lítur aldrei vel út.
þegar dómararnir er ekki sammála. Já, það þekki það svo sem ég raun að vera í þessari stöðu. Það er ekki gott þegar að vera aðstoðdómari ef að dómarinn tekur ekki mark á því sem maður er að gera. Það er fátt verra fyrir sjálfstraustið hjá viðkomandi. Heiðrún vinnur hérna boltan á miðjunni. Sandra reynir að finna Fanneyjun. Álfhildur, þarna var sterk tækling hjá Söndru en vel stíð upp úr henni þarna af Unnbjörgu. Andrea sækja núna á mörgum mönnum hérna. Unnbjörg flöggur ástæð. Sendingin hérna út til vinstri á Fríðu. Fanney. Þetta er allt mjög þröngt. Það loka gríðarlega vel. Þróttastúlkur. Það þarf að finna einhverja lausnir á þessu. Bryndís aftur tilbaka á Fríðu. Fanney með mann í bakinu. Menn Kotti vinnur á hann í boltan, en Heiðrún er komið með hann hérna, finnur Bryndísi. Fríða. Fanney, ágætlega spilað hérna. Fanney lendir í vandræðum. Fín vörn hérna hjá fyrirliðanum Hildi. Þórkatla, vel gert hérna hjá Söndru, hefur betur hann í baráttunni. Maren út á Anítu. Unnur leggur af stað, en hún er fljót líka, hún Hrefna. Kemur þessu út fyrir. Aníta, Bryndís, tekur hann á kassan hérna niður. En boltinn bara út fyrir. Það gangi ekki alveg í takt. En sem komið er. Aníta tekur þetta hérna fram. Fanney reynir að taka niður. Fín vörn hjá Þrótturum. Það er líka fín vörn hann hjá Söndru. Maren tilbaka á Fríðu. Já, vel gert hjá Fríðu þarna. Finnur Sigrún Evin á miðunni. Á vantar henni möguleika. Kemur löngsending hérna yfir til hægri á Unni Ír sem að nær honum. Reynir að komast þarna fram hjá Hrefnu sem að verst mjög vel. Þórkatla leggur á stað. Finnur Unnbjörgu eða hvað, nei, Eva María gerir vel en þær vinna boltan aftur. Andrea. Aníta kemst inn í þessi sendingu. Hérna kemur sending bara fram eitthvert. Kori til vinstri. Andrea eitthvað flumburgangur á henni. Unnur finnur Bryndísi. Bryndís á Heiðrúnu. Hérna þetta er vænlegt. Heiðrún með skot og Kori þarf að slá hann yfir. Fínt skot hjá Heiðrúnu. En marktilraunir Skagakvenna hafa fyrst og fremst verið þessi langskot. Fanney fyrir leiknum en Kori hefur búinn að sjá við þeim báðum. Og það er Maren Leósdóttir sem að tekur þessa hotspinnu væntanlega frá vinstri. Og þessi inn á nærstöngina. En Þróttar ná að koma þessu frá. Heiðrún hérna fer í tæklinguna, hefur betur. Sendingin svo inn á Marinni sem er flöggur ástæð. Það eru rétt 2 mínútur eftir að venjulega leiktíma henni fyrri áleik sem að ég gerir nú ekki ráð fyrir viðbættum tíma miklum.
Jájá, Þórarinn alveg með fulla stjórn á þessu hérna. Kemur langur bolti fram, Sandra skallar það frá, Anita í baráttunni, nær að vinna boltan. Út til vinstri á Fanneyju, hún skiptir yfir á Unni Ír sem hérna á fleygiferð. Boltinn skoppar illa, hægðist þarna verulega á honum og Unnur reynir skot af löngu færi sem framhjá. Ákoma Þróttarar, Gabriela með langan bolta, Sandra les það, Álfhildur tilbaka á, það var hérna meintu Unu, en fín tækling hérna á Heiðrunu í á þetta innkast. Fyrir hálfleik svona að ljúka í rólegheitunum. Sýnist Skagakonur ekki ætla að ná að minnka muninn fyrir hlé. Fanney í baráttunni, Þór kölluðu sýnist mér. Nei, Álfhildur var það. Og Fríða hérna setur þetta hérna upp í hornið. Það Bryndís í baráttunni. En þá flautar Þórarinn Einar Engilbertsson til hálfleiks. Lítið gerst hérna frá 9. mínútu þannig að Þróttarar nærði að bæta við. Staðan 2-0 í hálfleik. Það eru mörk þeirra Andreu Ruta Bjarnadóttur á 2. mínútu og Gabrielu Maríu Menkotti á 9. mínútu sem að skilja liðin að. Við hjá IATV í samstarfi Omnis, við ætlum að taka okkur hlé hérna líkt og leikmenn, en farið ekki langt því seinni hálfleikur er framundan eftir það bil 15 mínútur. Þangað til, njótið lífsins.
Jæja, velkomin aftur á Akranesvöll. Seinni hálfleikur hjá IA og Þrótti frá Reykjavík í Inkasso-deild kvenna að fara af stað á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Það töluvert mikið af kvennabolta í gangi í dag. Það leikið í Mjólkurbikar kvenna í kvöld. Þar lokið einum leik. Fjarðabyggð Höttur Leiknir tapaði á heimavelli fyrir Grindavík 4-0. Einnig ný hafinn síðari hálfleikur í leik KR og Breiðablik sem staðan 1-0 fyrir Breiðablik og Selfoss 3-0 yfir gegn Fjölni á Selfossi. Eins hefði ég haldið að væri hálfleikur í leik Fylkis og HK Víkings og afturhelding fram gegn IR en úrslitaþjónustun okkar úrslit.net ekki með upplýsingar það eins og eflaust stafar það af því að KSÍ síðan ekki uppfærð á þessum leikjum sem alltaf leiðilegt. Skaliði komið út, þær eru greinilega alveg óðar í að byrja þetta. Þróttaliði lætur bíða eftir sér en koma samferða dómarunum. Eitt leikur í þriðjudeild karla í dag. KVF tekur á móti Dalvík Reyni og þar staðan 0-0 eftir korter. Sýnist skipting í vændum allavega ein ef ekki tvær, nei ein hjá skaliðinu. Sýnist Hrafnhildur Arín vera að gera sér tilbúna hérna við varamanna skílið og kemur inn á fyrir. Það Fanney, það Unnur og sjá hver það sem að fær að víkja. Sigrún Eva fer út af. Hrafnhildur Arín kemur inn á. Sigfúsdóttir. Hún kom með leyfi. Þróttaliðið óbreytt. Já, nú verður forvitinlegt að sjá hvort að hálfleiksræðan hjá Helenu hafi borið einhvern árangur. Skaliði byrja með boltan. Ég held að það sé ekki hægt að deila það að Þróttarar áttu fyrir hálfleikinn nánast með húð og hári. Skagastúlkur ógnuðu marki Þróttara í tvígang með langskotum sem að Kori þurfti nú að hafa svolítið fyrir að verja en gerði vel. Á meðan að Þróttarar fengu mun opnari og betri marktækifæri. En þetta komið á stað hérna. Fanney reynir að stinga upp í hornið á Bryndísi en boltinn út fyrir. Fríða hérna með fína baráttu. Fanney reynir að finna Bryndísi en sem fyrr gefa Þróttararnir lítið pláss, lítinn tíma þeim sem að taka við boltanum. Eva hérna út á Anítu. Unnur Ír. Finnur Marín Leósdóttur. Maren í baráttunni. Andrea stígur hérna inn í hana og nær boltanum. Hrefna fram á Álfhildi. Álfhildur kemst hérna óreitt töluvert áfram. Leggur hann út á Unnu. Og Unnbjörg dæmt rangstæð. Það svona eins og við sagðum áðan, topp aðstæður í fótbolta, örlítill andvari en ekki neitt að ráði.
en það eru Skagakonur sem eru með þann andvara í bakið í hérna í síðara hálfleik. Þetta er Hrafnhildur, finnur Fríðu sem að hálf tíni boltanum hana, finnur hann aftur, boltinn tilbaka á Tori Ornella. Eva reynir að finna Marinni, Gabriela nær þessu. Þórkatla stingur inn á Andreu en hún er dæmd rangstæð. Það verið töluvert rangstöður í þessum leik. Mun fleiri dæmdar á Þróttalið. Anita með langan bolta hérna í áttina Bryndísi, hún fleytir þessu upp í hægra hornið. Ætlaði nú eflaust að reyna að finna Marinni hérna sem var í fínni stöðu. Andrea, hún fær tíma til að snúa hérna en Heiðrún, nei, hún er ekki boltanum. Álfhildur stingur fram en Sandra les það og tilbaka á Tori sem er undir pressu frá Unnbjörgu hérna. Maren vinnur þetta, missir sendinguna hana, vinnur hann svo aftur og reynir að finna Unni, gengur ekki. Gabriela en Heiðrún gerir vel. Þá Maren með ringstungu sendingu upp í hornið, allt og einarlega fyrir Unni, hún eldir þetta ekki einu sinni. Já, þá er hægt að fara að taka þátt í kosningun á mann leiksins hjá heimaliðinu á kfia.is. Við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að taka þátt í því, en sem komið er erfitt að velja. Unnur kemur hérna á fínu hlaupi inn á teginn. Hvað gerir hún? Komin upp á markinu og setur hann, ætlar að setja hann í fjærinn. Bjarg á línu. Fanney heldur þessu á lífi, kemur hann fyrir og það er Bjarga í horn. Þetta var hættulegast að færi Skagaliðsins hingað til. Unnur var komin hérna vel inn í markteginn áður en hún lét skotið ríða af, en það var ekki alveg nógu fast. En miklu betra og gefur vonum betra framhald hérna. Maren með þessa hotspinnu út í teginn, en þar er engin nema Þróttarar sem að skallar þetta frá. Andrea kemur upp með boltan, finnur Þórköllu. Það eru hættulegar, það var sýnt að hérna. Sandra les þetta vel. Mikil barátta hérna núna, Fríða vinnur boltan. Já, það er aðeins svona betri bragur á Skagaliðinu núna, held að verða að segjast. Eva með slaka sendingu hérna út á Anitu Sól, bara út fyrir. Gaman að segja frá því að hún Andrea Rut Bjarnadóttir hérna sem skoraði fyrsta markið, hún er fædd 2003. Sem að segir okkur það að hún sé að klára 9. bekk í grunnskóla núna. Greinilega efnileg stelpa hann á ferðinni. Og ég man ekki betur, hún hefði spilað einmitt hérna á Akranesvelli líka á síðasta tímabilið, þannig að það er eflaust björt framtíðin hjá henni í fótboltanum. Heiðrún út á Fríðu sem að leggur á stað hérna, finnur Bryndísi, hún er aðþrengd. Þær eru grimmar hérna í vörninni, Andrea og Þórköllu. Hún tilbaka, Unnbjörg er hérna, reynir að stinga en þarna er enginn og Tori kemur út og handsama knöttinn. Já, væri ekki verra fyrir heimaliðið að fá mark hérna fljótlega. Maren alein hérna
hefði alveg getað snúið. Já, ég sammála Helena þarna, það þarf að tala við hana þarna þegar hún er að taka við boltanum. Corey, Marin pressar á hana, hún er að losa þetta fram. Engin rangstaða dæmt hérna og ekki heldur hér, enda hárrétt í seinna skiptið allavega. Mér fannst nú Þórkell að koma úr rangstöðu þarna, en þetta var hættulítið skot hjá Unnbjörgu og Tori hérna fær næði til þess að koma með boltan út úr teignum. Finnur yfir Maríu, Þróttaliðið núna fellur vel tilbaka. Slögg sending, en Heiðrún nær þessu. Núna sjálfsagt getur Skagaliðið komið framar á völlin. Þróttaliðið bakkar og ætlar að spila hérna skyndisóknar bolta, sýnist mér, í síðara hálfleik. Eva fær á sig pressu, finnur Anita á Unni og hún á fram á Marini sem hann nær að taka niður og fyrirgefin Heiðrún aðeins örstutt frá boltanum hérna. Eitt skónúmer í viðbót og hann að setja tanna hann í. Þetta var vel gert, frábær sending frá Unni hérna inn fyrir á Marini og fyrirgefin var fín. Aðeins og framalega fyrir Heiðrúnu. Anita kemur þessu hérna, Fanney eldir, glæsilegt, fín baráttu á Fanney, nær hún að valda á boltanum hérna, já, reynir að koma honum á Unni í, en það var erfitt. Já, nú eru, held ég, þetta er allt að koma hjá heimakonum. Bryndís snýr og það er hotspinna. Hildur Egilsdóttir fyrir lið, kemur þessu út fyrir. Það er að mynda smá pressa hérna. Skagaliðið að sækja með Andvaran og Sólina í bakið. Það verður aldrei talið slæmt hérna á Akranesi. Kemur boltinn inn á næstöngina. Föst spilna, Sóley skallar þetta aftur í horn. Fanney núna með fastan hérna langan yfir á fjárstöngina, boltinn í teignum. Það ná að koma þessu frá. Þá er Andrea hérna á fulluri ferð. Þórkalla og hún með stungusendingu inn á Unnbjörgu sem er nú flöggur rangstæð sem var held ég langt frá því að vera rétt, en aftur við þykjum það, en Tori var alveg með þetta hérna. Tori með langan bolta, Fanney eldir, þessi er aðeins oflangur sýnist mér. Já. 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik, staðan óbreytt. En mun svona betri bragur á Skagaliðinu hérna í seinni hálfleik. Þróttarar aðeins að falla tilbaka. Boltinn út fyrir hérna. Fríða kastar inn, Hrafnhildur Arin tilbaka á Fríðu. Kemur stungusendingin, Unnur Ír komin núna yfir til vinstri, en Marin í baráttunni hérna. En Sóley María hefur betur, en það er innkast. Þarna upp í vinstra á horninu. Unnur býður sig, en missir á honum. Þá spilaður út úr þessu hérna. Kemur löng sending fram, Fríða vinnur hennar skallabolta. Vel leist þarna. Hér kemur Gabriele Mengotti.
Hún að komast í, nei, hún reynir að stinga hérna inn á Álfveldi. Andrea kemst í boltan en Skagavörnin nær að verða fyrir þessu. Eva tilbaka á Tori sem að reynsa þetta fram. Þá að vinna annan boltan hérna. Bryndís gerir það, finnur Unni, missir hann aðeins svo langt frá sér. Svona fyrsta snerting, svolítið að svíkja. Þá skipting hjá Þrótti. Leikmaður númer 10 að koma inn á. Leikmaður númer 10, Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir, að koma hérna inn fyrir Álfhildi Rósu Kjartansdóttur. Á meðan fær Gabriela Menkotti smá skilaboð. Já, Sigmundína mætt til leiks. Hún kemur hérna fremst, sýnist mér. Og þá Þórkatla send niður á miðjuna í staðinn. Innkastið hérna, já það vinna annað innkast hérna upp í vinstra horninu. Maren með manneski í bakinu hérna, reynir að snúa, nær því ekki, það koma þessu frá. En Sandra þar, skilur honum tilbaka, Maren fleytir honum áfram en það enginn. Kori kastar þessu hérna út til hægri. En vörnin vinnur þetta hjá Skagaliðinu. Miklu ákveðnari núna. Fríða tilbaka á Söndru. Eva aftur á Söndru. Eva Anitu. Anita finnur Marinni. Aftur á Anitu. Anita reynir að koma senda fram í Andreu sem að þvælist fyrir. Aldís Silva Heimisdóttir hérna tilbúinn niður á varamannabekk Skagakvenna að koma inn á. Anita með langan inn á tegin en Kori grípur þetta miklu öryggi. Það spurning hver fær að víkja fyrir Aldís Silvu. Kemur skiptingin væntanlega. Nei, já. Aldís Silva Heimisdóttir og það Bryndís Þórólfsdóttir sem að kemur að velli. Aldís Silva skoraði eitt fallegasta markið sem hafa skorað á þessum velli í fyrra sumar. Gott eða var ekki einmitt á móti Þrótti, ég man hann svo sem ekki nákvæmlega. En það átt hún skot, já eða fyrirgjöf utan af hægri kanti hérna alveg upp við endamörk sem að söng í fjærhorninu. Það má finna hjá okkur á YouTube-rásinni sjálfsögðu í markasirpunni 2017. En Skagalið mun ofar á vellinu núna. Aldís Silva kemur hérna bara fremst í stöðun hennar Bryndísar. Engin taktísk breyting. Bara maður fyrir mann. Kalla reynir einhverju stungusendingu. Þetta svona ekki eins markvisst hjá Þrótti núna í síðar áleiknum. Boltinn tilbaka á Kori. Finnur Hildi sem að reyna að finna Gabrielu, tekst ekki, Unnur Ír. Gabriela pressar á hana. Heiðrún komin með hann hérna, Maren.
hendi dæmt og aukaspyrna á fínum stað. Aukaspyrna þarna til móts við hornið á vítategnum vinstra megin. Maren sem að tekur það. Spurning hvort þetta skotfæri, ég ekki alveg viss það. Þróttarar bíða með 2 menn frammi, en Skagakonur með 2 varnarmenn á móti. Sigmundína þetta aðeins tilbaka núna, já. Og Maren með fastan bolta og Kori grípur þetta. Var með þennan allan tíman, gríðarlega öruggur markvörður. Stór og stæðileg. Þá kemur boltinn hérna á Andreu en Fanney. Þessi alltaf vinnalega. Vantar öllítið meiri þolinmæði. Það ennþá hálftími eftir. Skagaliðið var í vandræðum með Þrótt á síðasta tímabili. Þróttar konur eiga ágætis minningar hérna á Akranesvellinum, allavega svona í náinni fortíð. Eva skallar þetta frá Sigmundína, Sandra hann að skallar þetta upp í loftið, Heiðrún, Hrafnhildur, Unnur Ýr, Fríða er með hann hérna. Vinstri megin finnir Unni. Fyrir boltinn tilbaka á Kori, það er bara að gera aðeins að setja smá pressu á hana. Gabriela stikkur hérna fram en Sandra skallar það bara tilbaka. Hrafnhildur, henn er haldið. Þórarinn vel staðsettur þarna til að sjá þetta. Að taka þetta stutt. Fríða. Boltinn inn á teginn. Maren Leósdóttir er að ná og nær ekki alveg að taka með sér þarna. Þá kemur Andrea, finnur Gabrielu. Aftur á Andreu. Kemur hérna á flegiferð. Sigmundína úti vinstra megin. Skiptir yfir. Unnbjörg nær ekki að taka niður eða hvað. Nei, Sandra kemur þessu frá. Þar er Aldi Silva. Vantar hjálp, finnur hana hjá Fanneyju. Hún á Anítu, aftur á Fanneyju. Fanney leggur á stað. Og Maren er hérna úti hægra megin. Þessi sending ekki góð hjá Fanneyju. Maren var með henni hérna úti hægra megin. Ég hefði mælt með þeim kosti. Og ná beinni fyrirgjöf. Þessar fyrirgjafar utan að kanti eru aldrei eins góðar eins og ef þú kemst inn fyrir vörnina. Umbjörg hérna á harðarhlaupum missir á honum. Eva át á Anítu. Maren hérna býður sig upp í hægra hornið en Sóley María er á undan henni hana. Aníta tekur þetta innkast. Finnur Marinni hérna upp í endamörk. Maren kemur honum aftur út á Anítu sem hann er að setja hann fyrir. Það er skallað þetta upp í loftið. Aldi Silva í baráttunni. Klifraði upp á baki á henni hann. Unnur Ýr með skotið en það er beint á Kori í markinu. Aldi Silva var þarna í fangbröðum. Fekk ekkert fyrir sinn snúð. Andrea leitar inn á völlinn. Unnbjörg þarna að bjóða sig. Fríða gerir þetta mjög vel. Heiðrún finnur Marinni Leósdóttur og Andrea Aldi Silva er rangstæð. Þessi sending kom og seint.
aðeins og seint. Aldís Silva lagði af stað, hún var með nópláss þarna. Sendingin of lengi að koma. og 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Maren hérna. Aldís Silva fær hann hérna og hann var Maren bara í rangstöðu. Ég ætla að leyfa mér að minna á næstu bein útsendingu okkar hérna á IATV í samstarfi Omnis. Það er á sunnudaginn þegar að Káramenn Spútnik bikarliðið í ár tekur á móti Tindastóli í annarri deild karla. Sá leikur hefst klukkan 2 á sunnudaginn og við hefjum okkar útsendingu það bil 15 mínútum fyrr. Anita finnur Marenni. Maren, Aldís Silva býður sig, hún er komin inn á teginn. Þarna voru snertingar en ekki nóg til þess að hún bytti, en hotspinna er niðurstaðan. Núna þurfum við að fara að fá mark, það er bara svoleiðis. Nei, tekur þetta stutt, Maren leggur hann aftur út á Fanneyju sem að kemur svo með hann fyrir á fjarstöngina. Kori út úr markinu og Eva María var hérna fyrir aftan. En boltinn aftur fyrir og markspinna. Áhugaverð spinna hjá Kori hérna nánast upp í stúku. Anita finnur Fanneyju, hún er undir pressu. Maren vinnur boltan. Fanney, þetta er inn og vinnalega. Fríða stígur Björgu hérna út, vel gert hjá henni. Heiðrún fær hann úr kastinu. Fríða losar þetta hérna upp í vinstra hornið. Aldís Silva nær að koma þess á Unni Ír sem hann leggur á stað og reynir stungusendingu á Aldís Silvu. En það er lesið af vörninni. Gabriela mátt á stólpinn hann á miðunni hjá liðinu. Fanney Grimm. Já, hún hættir ekkert. Dæmd aukaspyrna. Hrefna Guðrún fekk að kenna aðeins á henni þarna. Gerir nú ráð fyrir því að Fanney sé ekki alveg sátt með eigin framistöðu hérna hingað til. Þá kemur Kori og tekur spyrnuna. Það er alveg sama hvað þetta er. Ég væri til að sjá þær fá aukaspyrnu hérna upp í vítategin, hvort hann tæki það líka. Annað en sem maður nú séð. Heiðrún hreinsar þetta frá Maren. Það leitar að Unni Ír þarna, finnur ekki. Gabriela stingur inn á Unnbjörgu sem að nær ekki valda boltanum. Fríða setur nægilega mikla pressa á hana, kemur honum frá og í innkast. ...20 mínútur eftir og Skagamenn þyrstir í mark. Það er bara svoleiðis. Það er erfitt að vera þolinmóður þegar staðan er svona. Þá finnst manni tíminn líða ósköp hratt. En það tekur enga stund að skora mark ef að það er gert vel. Eva María nær að skalla þetta aftur. Hildur. Vel gert hjá Fanney hana. Sterk. Þá er skipting hjá Þrótti. Leikmann nummer 9 Jelena Tinna Kujundžić er að koma inn á fyrir leikmann nummer 23 Þórkötlu Maríu Halldórsdóttur. Hún var mjög spræk sérstaklega í fyrri hálfleik, mikið í boltanum
og mikilvægur þáttur í sóknarleik Þróttar. En Jelena komin hérna út á, kemur hún á vinstri kantinn. Kori pressa á hana, nú pressa Skagastúlkur, vel gert. Aldís nær ekki valdi á boltanum og Kori fær hann aftur. Andrea færi sig þá innar á völlin, tekur stöðu Þórköllu þar. Fríða sterk í loftinu, Hildur. Já, það gengur illa að halda boltanum innan liðsins. Fanny komin hérna yfir núna, Heiðrún við það að missa boltan, heldur honum, skiptir hérna, reynir skiptingun og Hrafnhildur hittir ekki á hana. Hrafnhildur, já, vel gert hjá henni. Aldís Silva missir valda boltanum, gengur ekki alveg með fyrstu snertingarnar hjá þeim í dag. Jelena er að fá hérna sendingu frá Gabrielu, en Eva María hreinsar þetta upp í stúku. Hrefna Guðrún tekur þetta innkast. Bergdís Fanny komin núna fremst. Aldís Silva hægri kant í hennar stað. Anita nær að dæmda rángstaða hérna á Jelenu. Þá kemur Veronika Líf Þórðardóttir inn á fyrir Ía, fyrir Evu Maríu. Það er lítið breyting vantanlega. Eva María kemur út af og Veronika kemur vantanlega, er hún að koma bara í hennar stað eða hvað? Nei, hún kemur þá vantanlega hérna í hægri bakvörðin. Anita færi sig inn í miðjavörnina, langur bolti hérna fram. Fríða vinnur þetta, gríðarleg barátta hérna í Fríðu. Fanny, góð pressa hjá henni. Unnbjörg heldur þessi inn á, en missir hann svo út af. Snöggar að taka þetta, Fanny, boltinn út fyrir. Viðkomandi vann gjafabréf á lésbókinni. Kemur Fríða með innkastið, finnur Unni Ír aftur út á Fríðu, kemst hún í fyrirgjafastöðu, það gerir hún, vinnur hotspinnu. Og þá eru það Maren og Fanny að stilla sér hérna upp. En Jelena pressar á, þannig að þær ná ekki að taka þetta stuð sennilega. En Maren lætur vaða hérna út í teginn. Anita vinnur hennan bolta, Veronika skallar hann aftur tilbaka. Þá kemur skoti frá Hrafnhildi og það er í stöngina. Kori var þarna í boltanum, en þetta var bara hreinlega í samskeytin frá Hrafnhildi Arín Sigfúsdóttur. Veronika kastar hérna inn á teig, þar er Unnur Ír, reynir, já, kemur honum á Aldís Silvu sem að næra halda honum inn á Veronika, glæsilega gert hjá henni. Kemur lág hann inn á tegin, en þar vantar hlaup og Kori handsamar hennan. Þarna skall hurnari hælum hjá Þrótti. Ég hefði verið til að sjá þennan inni, ég segi það bara alveg svo er. Veronika skallar þetta fram. Samundína, Heiðrún vinnur af henni boltan, en nær ekki valdi. Andrea út á Unnbjörgu sem að stígur á hann, og Fanny, Unnur á hlaupinu. Hendi dæmt, alveg klár. Og þá kemur skipting hjá Þrótti. Inn á var að koma Ester Lilja Harðardóttir, númer 26. Og af velli kemur Unnbjörg Jóna Ómarsdóttir.
Þá hérna aukaspyrna á miðjum vallarhelmingi Þróttar. Maren Leósdóttir býr sig undir að taka þessa spyrnu. Hún vantar sólina, annars væri þetta alveg þokkalegasta skotfæri. Lyftir þessu hérna inn á teiginn, þær ná að skalla þetta frá. Maren vinnur þetta aftur. Kemur svo með hann hérna í áttina teignum. Hrafnhildur snýr í vitlaus átt þarna. Skrítinn dómur, virkilega skrítinn dómur. Þetta var sáu þann og allir að Þróttamaður snerti þennan bolta síðast, en innkastið engu að síður dæmt Þrótturum. Fríða skallar þetta frá. Hrafnhildur tekur hann niður, finnur Marinni Leósdóttir sem að losar henni yfir til hægri. Hrafnhildur aftur komin í boltan, hérna berjast við Andreu sem að, og hefur betur. Unnur Ýr að sleppa hérna inn fyrir. Tvær í teignum, Unnur Ýr með boltan fyrir og ég trúi þessu ekki. Aldi Silva hittir ekki boltan hérna inn í markteig. Dauðafæri Skagakvenna. Þarna hefðu þær átt að minnka munin. Þetta virðist alltaf að vera bara svona dagur. Já, hérna. Það þýðir ekkert að leggja árur í bát. Þær eru að fá færi hérna í síðara hálfleiknum heimakonur. Fríða gríðarlega sterk í loftinu sem fyrr. Þá skipting hjá Þrótti. Leikmaður númer 27, Tara Sveinsdóttir að koma inn á fyrir Hrefnu Guðrúnu. Tara Sveinsdóttir fædd 2002. Jelena sýnist mér detta þá niður í vinstri bakvörðinn. En Kori tekur þessa aukaspyrnu þó hún sé þarna nánast á miðlínunni. Kemur langan. Sigmundína kemur þess tilbaka. Unnur Ýr, Maren. Finnur Unni aftur sem að leggur á stað en missir hann allt of langt frá sér. Hins vegar innkast. Óvalega á vellinum. Sem að Jelena tekur. Já, þetta er auðvelt að koma þess inn í þessari stöðu. Jelena leggur á stað, vel gert hjá henni. Finnur fyrirliðan Hildi sem að losar hann svo hérna upp. Veronika Líf er alveg með þetta, kemur þess út fyrir. 9 mínútur eftir, nú fer tíminn að verða knappur. Ætli Skagaliðið sér að bjarga einhverju út úr þessum leik. Þessar fyrstu 10 mínútur er alveg að fara með Skagaliðið. Já, Tara hérna varamaðurinn kominn í aksjón. Hildur gerir vel hérna, stígur Jelena út. Og Skagaliðið á þetta innkast. Jelena skallar þetta en Hrafnhildur, Unnur, Finnur
Fanneyju og Aldís Silva hérna með fullt af plássi út í vinstra megin. Aldís kemur inn á völlin, reynir að finna Marini sem að það eru allar leiðir lokaðar. Tara Veronika reynir að ná að henni boltanum hana. Boltin út til vinstri en út fyrir. Nú sér maður alveg á skaðaleginu, þeim farið að liggja verulega á. Hrafnhildur finnur Heiðrúnu, hún yfir á Fríðu. Reynir sendingu inn á tegin, það skalla frá Gabrielu Jónsdóttur. Hrafnhildur yfir á Anítu, nei það Veronika sem að nær þessu. Unnur Veronika Fanney fleytir þessu áfram, það Heiðrún að komast inn í tegin, hún hlaupin niður, dómarinn mjög illa staðsettur, það ekki mikil yfirferð á honum en hann dæmir fyrir rest. Þetta var verulega áhugavert, það virðist vera dregið svolítið af okkar manni. Hann var hérna víðs fjarri en ég held að hann hafi nú samt nokkuð til síns máls engu að síður. Hann gaf sér góðan tíma til að hugsa málið og þeir eru sammála það, hann og aðstoðardómarinn, að þetta sé aukaspyrna rétt fyrir utan vítateigslínuna. Þetta bara á línunni nánast í miðjum débóðanum og það Unnur Ýr Haraldsdóttir sem að ætla sér að láta vaða. Já. Það Unnur Ýr sem að lætur vaða með beinni rist en allt of fast og vel framhjá. Gott færi forgörðum. Ég að hugsa að freista þess hérna eftir að leik líkur eða undir lokleiksins að læða mér hérna neyr á grasið og ná spjalli við hana Helenu Ólafsdóttur, þjálfara Skagaleysins. Kemur kastið upp á Unni Ýr sem gerir vel og vinnur ekki hornspyrnu. Skagakonur ekki sáttar, mér fannst þetta vera horn en Kori fær að spyrna frá markinu. Spyrnir hérna út vel til hægri. Andrea Rut á fleygiferð. Glæsilega gert hjá henni. Þær að fara að gera út þetta hérna. Vinnur hornspyrnu. Andrea búin að eiga góðan leik þó hún hafi verið svona í rólegri kantinum hérna í síðari hálfleik, eins og reynda Þróttaliðið hefur haldið sig til hlés og varist nokkuð vel lengst af. Já, Þróttaliðið kemur með marga menn í tegin. Skagaliðið með engan frammi. Stór hætta, boltinn laus í teignum, kemur en hann lyftir sig yfir. Það var Sóley María sýndist mér sem að skóplaði þessu yfir. Tori spyrnir frá markinu. Fanney í baráttunni að fleyta þessu áfram. Gabriela þar, kemur þessu tilbaka á Kori. Aldís Silva pressar. Fríða vinnur boltan, kemur honum hérna á Anítu sem að losar þetta upp í vinstra hornið en þær sjá við þessu Þróttarar. Hrafnhildur Arín snýr. Heiðrún brotið á henni en leikurinn látin halda áfram. Fríða ekki mikill hagnaðar í þessu en enga síður Skagaliðið ennþá með boltan. Sandra verður að gefa tilbaka á Tori. Hún getur alveg leitt sér að koma framar. Sendir hann hérna út til hægri á Veroniku.
Veronika með hann á ská yfir. Tiltölulega auðvelt að verjast þessu. Sandra skallar hann fram. Gabriela skallar hann tilbaka. Unnur Ír fær hann hérna. Leitar inn á völlin. Þröngt. Heiðrún. Aldi Silva. Tjekkar hann hérna fram hjá varnarmanni. En missir hann ólant frá sér. Þetta er brotið á Heiðrúnu. Og varamaðurinn Tara sem að brauta á Heiðrúnu þarna. Nú fer hver að vera síðastur í gulum búningi að gera eitthvað. Hefði hæglega getað skorað mörk í þessum leik en hafa ekki haft hefnina með sér þegar á þurfti að halda. Maren inn á vítapunktinn og þarna er Fanney með skallan sem er auðveldur fyrir Corey Butterfield í markinu sem er búin að, hún hefur bjargað því sem hún hefur þurft að bjarga. Veronika vinnur boltann. Maren snær að snúa eða hvað, nei, missir hann ólangt frá sér. Hrafnhildur Arín. Veronika með skotið en það er, já, þarna gerði hún feil. Corey ætlaði að grípa þennan en mista hann aftur fyrir. Tara, go and do the short, go and do the short, go and do the short. Jelena, stay in, simmer. Jelena for a hefna. Já. Þróttarar er áhugavert eða þegar að skalið á hotna þá eru Þróttarar með 2 hérna frammi. Þannig að þær eru ragari við að fara framar. En þetta er beint í fangið á Corey. Hún er ekki fljót að koma þessi leik. Sem betur fer kannski fyrir skalið. Þar voru þarna 2 og 2. 2 og 2. Hrafnhildur vinnur þennan bolta. Kemur hann tilbaka á Söndru sem að losar þetta fram. En það er skalla frá. Hrafnhildur vinnur hann aftur. Mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Vel gert hjá Jelenu. Fanney, tóðar hann í hana virðist vera. Já. Hún dæmd brotleg. Þá er síðasta mínúta venjulegs leiktíma hafin hérna. Corey spinnir hérna framvöllin. Anita kemur þessu frá. Maren finnur Hrafnhildi. En Þróttarar gefa þeim lítinn tíma á boltanum sem fyrir Gabriela upp í hornið. Tara á móti Anitu og Tara reynir að koma þessu fyrir en tekst ekki. Tori kastar hérna út á Veroniku. Hrafnhildur Arín en Gabriela gerir vel, búin að vera virkilega sterk fyrir Þrótt í þessum leik. Tori kemur hérna út úr teignum á móti Töru, kemur þessu frá. Já, Þróttarar eiga hérna, eru hérna að reyna að drepa tíman en það tekst ekki nógu vel. En Skagakonur ná ekki að koma þessu frá hérna. Þróttarar virðast vera konur með þetta. Gabriela upp í hornið en út fyrir. Nú liggur Skagakonum á en ná ekki að halda boltanum þannig að Þróttarar ná að drepa hennar tíman alveg niður. Hrafnhildur, Aldi Silvu,
Fríða. Fríða kemur honum út á Unni. Unnur aftur á Fríðu. Fríða með fyrirgjöfina, en það ná að koma þessu frá ennina ferðina Þróttarar. Sýnist Aldi Silva liggja hérna óvíg, en leikurinn heldur áfram. Þá stöðvar Þórarinn leikinn til að sé hægt að athuga með Aldi Silvu. Vonum að sjálfsögða að hún sé ekki úr leik. Hún ekki ennþá farin að fá aðhlynningu. Þetta virðist vera sárt. Sá nú ekki hvað gerðist eða hvort eitthvað gerðist. En það nú yfirleitt ekki góða fréttir ef að meiðsli verða án snertingar. Sýnist María Björk Ómarsdóttir vera tilbúin að leysa hana af. Hún að koma hérna inn á. Það er að koma, hún þarf sennilega að fara hérna út á börum eða hvað, þeir hætta við. Hún er ekki að stíga í fótinn, hvort það er hné eða ökli, ég er ekki alveg viss. En það er ennþá þessi tvö mörk, Andreu Rutar og Gabrielu Menkotti sem að skilja liðin að. María Björk kemur hérna inn síðustu mínúturnar, uppbótartíminn hafinn fyrir nokkru síðan. Kannski tækifærið og minna enn og aftur á næstu beinútsendingu okkar. Sem er á sunnudaginn klukkan 2 hefst leikur Kára og Tindastóls í annarri deild karla. Endilega ekki missa því. Þá er boltinn látinn falla niður. Aldi Silva ennþá sárþjáð. En spurning hversu miklu er bætt við í viðbót hérna. Krumika í baráttu við Töru og hver af hennan. Það er Þróttarar sem að eiga þetta. Sandra vinnur þennan. Sandra leggur bara af stað hérna en má ekki við mannfjöldanum. Og þá flautar Þórarinn til loka þessa leiks. 2-0 sigur Þróttara, staðreynd hérna á Akranesvelli. Þeir áttu frábæran leiki fyrir áleik sem að gerði hreinlega bara út þennan leik, skoruðu þessi 2 mörk á fyrstu 10 mínútunum. Skalið ekki líkt sjálfu sér, alveg nokkuð klárt. En Þróttarliðið spilaði virkilega vel í þessum fyrir áleik og hefðu getað skorað fleiri mörk og eru í rauninni vel að þessum sigri komnar. Enn og aftur eru Þróttarar erfiðir hérna á Akranesvellinum. Ég ætla að reyna að lokka til mín hana Helenu Ólafsdóttur
í smávegis spjall, ætla nú ekki að hafa það langt í þetta skiptið held ég. Veit ekki hvort að það er beint stemming fyrir því. Já, hún Helena Ólafsdóttir er að koma til mín hérna. Þú kemur hérna? Jæja Helena, mér liggur við bara að spyrja hvað klikkaði hérna í dag? Sko, mættum bara ekki til leiks í hérna fyrirháleik, hún er bara alvar slakar og slakasti hálfleikur sem ég sé liðið spila bara á öllu þessu ári og hérna, eða bara á þessu tímabili okkar og hérna, meðan allavega lífsmark með okkur í seinni hálfleik, okkur kannski til hrós en við nýtum ekkert færin sem við fáum í ástöðu miklu betri þá en eins og við segjum, það var bara svona einhvern veginn fjall ekkert með. Í seinni hálfleiknum eins og segir, hann var betri en það vantaði samt að skapa nóg af færum og nýta þau færi sem að gáfust. Fannst þér að vera of óþolinmóðar? Mér fannst þær byrja að vera óþolinmóðar of snemma, ertu sammála því? Já, mörguleiti, það var svona margt sem spilar inn yfir, kannski mér fannst óþarfa stress í okkur og miðað við svona stöðuna sem við vorum búin að koma okkur í bara fyrir hennar leik. Þá skil ég ekki alveg að við verðum eins og við tölum í hálfleik, bara eins og hræddi kettlingar hann inn og við það að fá smá mótlæti og það er eitthvað sem við þurfum að vinna bara bug á. En nú eru þið með 9 stig eftir 4 leiki. Er það svona samt nokkurn veginn í samræmi við það sem að þú bjóst við eða þau markmið sem að þið settu ykkur eða vildið þið vera með öll 12? Ég myndi vilja vera með öll 12 af því við gerðum rosalega vel í fyrstu 3 og vorum með ákveðið markmið fyrir þá og stóðumst þau alveg og hérna síðan erum við með ákveðið markmið núna í júní og þessi leikur kemur okkur í smá vandræði með það en ég hefði viljað að við hefðum tylt okkur með 12 stig á toppinn í fríið í þessari deild og hafði fulla trú á því og hef fulla trú á liðinu en við verðum náttúrulega að trúa því allan tíman að við séum með lið til að vera þar og það er kannski eitthvað sem við þurfum aðeins að vinna í núna en það er nógu tími. Okay. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel í framhaldinu. Við förum að segja þetta gott hérna af Akranesvelli. Með mér hérna í kvöld voru þeir Arnar Óðinn Arnþórsson og Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélunum. Stjórn útsendingar var í höndum Heiðars Mar Björnssonar, sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þangað til næst sem er á sunnudaginn þá skuluð þið muna að lífið er núna.